blessuð og sæl, kæru hálsar og verið velkomin í seri 2 af Kilroy-kastið á áætlun. Woohoo! Var þetta ekki flott í mér? Já, það var Það geðið. var svona eins og ég var í útvarpi. Já, þú ert í útvarpi. Já, svona, næstum. Herðu, við erum komin aftur. Það er seria 2 í sumar. Við ætlum aðeins að fara yfir, sko, hver er munurinn á seri 1 og seri 2? Hvað erum við að gera hérna aftur? Rifjum aðeins upp hvað við töluðum í þeirra. Já, mér langar aðeins að fara við það, sko. Að því að nú gæti einhverju verið að hugsa, og hvað nú? Skiljið, Já. hvað ætlaði núna að fara bablum? En veistu það, svo mörgu á að, hvað segir maður? Það eru mörg að taka. Já, Við getum talað endalaust ferðalög, er það ekki? jú, í fyrra, þá var þetta svolítið svona, þetta var svona bara fyrsta séri, við vorum bara að snerta aðeins á, þú veist, þessu hefðbundna, af hverju, þú veist, ferðalög, skipulag, hvað fyrir úrskeiðis, hvernig þarf að, einhvern veginn, þetta var svona, Já, bara að segja ferðasögur af okkur líka og svona. snertu svona yfirborðið. Nú ætlum við að dýpta af aðeins. Já, Eða eins og góður íslensku Sóla myndi segja, kafa dýbra. takk. Þetta er ekki hægt. Ég ætla að æfa mig í íslenskunni í sumar, ég Já, lofa. ég held að það er gerð. Lofa. Já, En- við fengum samt líka í síðustu serju til okkar Já. fullt af mjög skemmtilegum gestum. Já, Og við ætlum að halda því áfram núna í þessari komandi serju í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og eins og Rebecca sagði, við ætlum að kafa aðeins dýpra og kannski skoða betur svona áfangastæðana sjálfa. Fara aðeins yfir heimsálfurnar, löndin, hvað er skemmtilegt að gera á hverjum stað, þú veist hvað er algjört must að gera og fá til okkar gesti að spjalla aðeins lönd sem þau hafa farið til og svona, já, bara hvernig upplifunin er í hverju heimsálfu kannski. já. ætlum aðeins, fara að kafa kannski aðeins dýpra. Þetta Já, var en á sama tíma stikla á mjög stóru af því að þetta er ótrúlega stór svæði, ótrúlega bara, já, mikið af Ef við segjum löndum. heimsálfa, hvað er mörg lönd í Afríku? 56 eða eitthvað? Já, þau eru mörg sko. Já. Þannig að þetta verður svona, já, við verðum að fara yfir svona bara hábúndana. Maður er að byrja einhvers staðar. Já. Hver veit nema við bara verðum með, þú veist, 8 seríur og ég veit ekki horfa svona á mig. Þú veist, það er aldrei að vita. Ekki horfa svona á Það mig. er aldrei að vita, en við ætlum alltaf að byrja á þessu og ég held að þetta geti verið skemmtilegt. Ég held að þetta geti verið mjög svona gaman, þú veist, fyrir þá sem maður kannski veit ekki hvert þið vilja fara Já. eða eru kannski ekki að átta sig á bara að þetta sé í boði, kannski einhver lönd eða staðir eða Og eitthvað líka svona. bara munin á heimsálfunum, þú veist, það er allt öðruvísi kannski að vera að ferðast í Suður-Ameríku heldur en Afríku Já, og Asíu og alveg, skilji. einmitt. Þetta er svona pínu landafræði 101 fyrir í rauninni, skilju, við erum að tala um heimsálfur, við erum að tala um heiminn, þannig að við ætlum að reyna að vera, uppsetningin er svolítið svipuð og hún var í fyrra hvað varðar og þættina á svona, en hérna núna ætlum við pínu dýpra Já. undir yfirborðið. Algjörlega, aðeins að fókusa á áfangastæðana. Já. En nú er spurning, sko, að því að við vorum hér í fyrra, eins og við erum búin að koma inn á. Við erum Og við höfum lítið breyst. En það hafa kannski ekki allir hlustað á Fyrstu seríuna. sem er náttúrulega, Þannig ef þú, kæri hlustandi, hefur ekki hlustað á fyrstu seríuna, þá getur pása núna já, og byrjað á henni. Það er samt, þetta er ekki svona eins og sjónvarpsseríur, það sem að verður að horfa á Nei. undan fara, skilurðu. En ég mæli með það, mjög sniðugt. já, við fórum í svona vel í grunninn, sko. Já, Þannig að já, en bara svona aðeins til að kynna okkur kannski smá. Við erum sem sagt starfandi hjá Kilroy. Já, mikið rétt. Jú. Mikið Við rétt. erum ferðasérfræðingar og ferðaráðgjafar og erum í því allan daginn bara að veita ráðgjöf og ráðgjöf og taka ferðafundi, setja upp ferðir fyrir fólk sem langar að fara í ferðalög. Þannig að við vitum svo sem alveg, þú veist, við erum að tala um þetta allan daginn og erum alveg. Segja bara að við vitum alveg hvað við erum að tala um. Já, Við er höfum það líka ekki, gert svona þetta- oftast. Jú, ég Já. ætla alveg að leiða mig að segja það. Já, Við erum bara bráðklárar og fallegar konur. já, svo nú það. Mær. Já, svo nú það. En ég heiti sem sagt Bergrún Sóla, fyrir þá sem að vissu það ekki. Sóla. Já, oftast kallið Sóla. Og þú ert, hver aftur? Hver er ég? Ég er engin. Nei, ég heiti Rebecca Þuri. Fyrst við Já. erum að nota bæðinöfnin. Já. En þú veist, ég
heit bara Rebecca líka. Já. Ég er bara Rebecca. Vá, Rebecca, mér langar svo að kynnast þér aðeins betur og mér langar svo að við tökum hérna smá hraðaspurningar. Því við gerðum þetta líka í seríunni í fyrra, sem Já. fyrstu seríunni og mér finnst alltaf gaman. Þær voru ekkit sérstaklega hraðar, ekki. en kannski getum við reynt að hafa þetta hraðaspurningar núna. Ef við reynum. Ég ætla að gera mitt allra besta. Já, ok. Erum við ekki bara að vinda okkur í fyrstu spurninguna? Ég er mjög tilbúin. Ok, Með það. fyrsta spurningin er, ertu skipulögð að pakka eða ertu alltaf á síðustu stundu? Ég er ekki hröð. Ég er bæði. Ég er á síðustu stundu og svo þegar ég kemur í verkið sjúklega skipulögð Ok, að framkvæma hlutin. já. En ég er alltaf á síðustu stundu með allt sem ég ger í lífinu mínu. Ok, já. Skilur henni að þetta er svona tvíþætt. Já. Þannig að þú svona byrjar seint en þegar þú byrjar þá gengur þetta bara vel. Eins og ég sögu. Ó, En ég maður líka, ég er búin að gera þetta svolítið oft. já, þú kannt Ég er þetta með bara. bakpokan minn, ég er með packing cubes, svo er ég bara með, það er svona lítil karfa upp í skáp sem er bara sumarfötin skilur sem maður er ekkert endilega að vippa fram hérna í júli heima Nei. í sundlauginni. Þetta er svona, skilur aðeins öðruvísi, svona útlandafötin. Maður bara blub, veit hvað fyrir hvað og eitthvað, tekur einhver stund, sjúklega skipulagt. En ég gera það rosa alveg bara seinast. Eins seint og hægt er. Já, mamma er búin að láta mig heyra bara frá því ég var í leikskóla, hvað það er pirrandi. Já. En þú ætlar ekkert að fara að breyta því núna? Nei. Herðu, þá er það spurning númer 2. Hvaða mat myndirðu borða restin af lífiðinu ef þú þyrftir að velja eitthvað einn mat? Má ís vera matur? Og má hann næra mig fyllilega, svona þannig að ég geti lifa heilbrigðu lífi á ís? Af því þá myndi ég velja ís. Já, eigum ekki að segja það. Þetta er bara, þú veist, þitt líf. Veistu, því að ef við erum að tala um að ís er bara ís, þú getur ekki lifa mjög löngu og heilbrigðu lífi bara því að bara ís. Nei, tæplega. Ég myndi gefa mér 5 ár. Já, þú fengir alltaf mjög illt í magan. Ég var bara á dollunni með ísinn. Nei, ég myndi allt segja ís, en ef það er matur, ég nenni ekki að maður þarf að pæla í næringagildinu. Þá var ég bara kjúklingasalat og með avokado eða eitthvað. Já, við skulum ekkert vera að pæla því. Nei. Ís er bara geggjað, sko. Já, takk. Ok, þá er það 3. spurning. Hvaða land kom þér mest á óvart? Þetta er svo erfiða spurningar, hvernig maður bara svara þessu bara. Nú erum við að reyna. Ég verð að segja Indland og Brasilia. Ok. Og ég talaði eins Indland svolítið í einhverjum mjög sniðum þætti þarna í fyrstu seríu í fyrra. Já, ok. Því ég var tiltölulega nýkomin heim frá Indlandi. Þannig að ef að fólk vil heyra hvers vegna, að Indland er svo oft sem einhvern fordómar, einhvern veginn, finnst mér. Þannig að það kom mér skemmtilega óvart, en líka Brasilia. Ok. Og við tökum alveg fyrir Suður Ameríku til dæmis. Já, bara í komandi þáttum? Já, ég get alveg... Vá, þetta er svona to be continued spurning. Vá, spennandi. Þegar þá vindum við okkur bara í 4. spurninguna. Hver er uppáhalds íþróttin þín? Sko, ef ég á að tala um að horfa, þá er það enski boltinn. Ok. Enski. Ekki bara fótbolti? Nei, alltaf leið. Það er bara því að ég elska Arsenal svo mikið. Já, ok. Ok, þannig ég ætla að segja enski boltinn, íslenski er alltaf leið. En að spila, þá er ég nýbyrjuð í golfi. Nei, hvað ertu að segja? Hætti að gera grína mér. Já, það er spennandi. Já, golf, ég var búin að lofa sjálfur mér þegar ég var svona ángrís 10 ára að ég ætlaði aldrei að vera eins og amma og afi og vera svona golfsjúk og hér er ég. Já, smitaðist af golfbakteríunni. Vá, hvað gaman er golfi. Já. Svo finnst mér líka mjög gaman að spila alveg fótbolta og körfubolta og eitthvað en ekki eins og golf. Ég skil núna og afa, sko. Vá. Já. Mæl með. Hörru, það var bara síðasta spurningin. Hvaða lag kemur þér alltaf í stuð? Ekki það þurfum við eitthvað að koma þér í stuð, en ef það þyrfti, hvaða lag væri það? Þögnin, nei, vá, það er eiginlega bara eitthvað lag með svona beat, en veistu hvað er fyrsta sem ég datt í hug? Hvað? I just wanna dance. Já, ok, já, það er stuð. En ekki það, ég hlusti það reglulega, en það Nei. fyrst sem datt í hug, bara eitthvað svona skemmtilegt. Ok, bara eitthvað rest, já, ok.
og verði eitthvað góði á söngnum mínum. Já. Ég veit ekki einu Ég sinni var alveg orðin. smá stund að fatta hvað laðast Það að er líka, ég syngja. byrja að syngja. Og það, nei, býtuna, það er enginn að vera að kveika byrjunni. Ok, það ég lag? held við skiljum hvað það meina. Já, Já, ok. ok. Takk fyrir. Ok, Það er ég í þetta nótskrift. er Rebecca. Vá, Klárasta, rauðherraðasta kona Kópavogsbæjar. ok. Takk. Takk fyrir að sammála, Fróla. Nei, nú komum við þér. Já, ok. Ert þú tilbúin? Já, ég er alveg smá stressuð. Þetta er allt smá það. Já, þetta er það. Sóla, hver er uppáhaldssöngvarinn þinn? Þetta kemur þú með eitthvað svona. Upp á söngvarinn minn, heyrðu, núna í augnablikinu þarf það að vera Casey Musgraves. Hún var að gefa út plötu. Ég er mikill fan. Var að kaupa mér miða á tónleika með henni í gær. Þannig að ég verð að segja Casey. Og Casey mín kona. hver er það? Þú bara, finnur hana bara. Já, Farðu á Spotify. ok. Will do. Já. Get ekki við. Sóla, ef þú væri dýr, hvaða dýr væriru? Guð. Ef ég væri dýr, þú veist, letidýr, pottet. Er það? Nei. Ég held alveg örglega ekki. Æ, það er rosalega gott að vera latur stundum, en nei, ég er samt ekki svona Þú ert ekki þannig nei, eðlismaður? ekki, ég sef ekki svona mikið, sko. Nei. Hvaða dýr var ég þá? Bara, þú veist, eyrnaslappi eða eitthvað bara svona Asnir. asni. Hvað, ertu að reyna að finna eitthvað dýr sem er svona gett chillað? Já, ertu með eitthvað aðra hugmynd? Nei, Nei. ekki. Mér finnst bara eyrnaslappi, ég er alveg sátt við það. En að þú ert bara Æ, hann er undarleg, svolítið þunglindur líka. Það nefnilega. Ok, já, Getur ekki nei. verið bara ótur. Já, þeir eru alveg duglegir, að það ekki? Jú. Já, ok, ég er ótur. Yfir, eitthvað svona. Bjór. Já, það. Skal vera bjór. Ok, Já. Sóla er bjór. Mm Og ég er hvítvín. Vá. Ok. Hvað hefur þú farið til margra landa? Ok, heyrðu, ég Núna. held að ég hafi farið til 53 landa. Ég held að við Heldurðu það? stöndum þar, já. Við síðast þér ekki á því. Já. Það er heldur 53. Mm Lélegt. Það er nóg eftir. Nó eftir 53 land. Já, já. Já. Svo kemur hérna góð spurning líka. Hvað er það lengsta sem þú hefur hlaupið samfellt? Á ævinni? Nei, ekki samtals. Nei, ég menna, já, ég veit, Þetta skilur, já, bara lengst bara ever. samfellda hlaupið sem þú hefur hlaupið. Rosalega stutt. Það er eitthvað mjög stutt, sko. Við hlaupum nú saman í fyrra 5 kilometra. Ég held ég hafi örugglega ekki hlaupið meira en svona 6 kilometra eða eitthvað. Ok. Eða þú veist, ég er bara, já, ég var alveg ánað, ég hljóp 5 kilometri í fyrra á alveg ágættum Góðan tíma. tíma. Já, en lengt, nei, ég held ég hafi ekkert farið eitthvað mikið meira en 6 kilometra. Ég er ekkert mikið í því. Men, Kannski eitthvað tíman, ekki hinga til. Örglega aldrei samt. men, það þurfi ekkert allir að vera að hlaupa þessi marathon. Nei, Allt í kannski lagi. fer ég bara í golfið. Gott í golfið. Ó, svo gaman. Og síðasta spurningin er, hvort myndir þú alltaf elda eða alltaf ganga frá? Elda. Ég vissi það og ég vissi Já. að ég myndi alltaf ganga frá og Er þess vegna það? ættum við að búa saman. Oh my god, eigum við að búa saman? Já, í alvöru tala. Oh my Ég god. vissi að þú myndir alltaf elda og ég var svo Já. til í að byggja með mér og getur bara elda fyrir mig alla daga og ég skal ganga frá. Ég En elska að ég ganga er frá. ekki að fara að elda nema þessi búið að fara í búðuna og ákveða hvað verið matinn, sko. Þannig að þú eru líka að gera það. Nei, ok, þá hætti ég við. Já. Ok, æði. Þetta Já. er allavega, Já. myndir þú segja þetta hafi verið hraðar enn í fyrra? Nei, það voru ekkert mjög hraðar spurningar. Við byrjum afsökunar á því. Hættum að kalla þetta hraðaspurningar, þetta eru bara spurningar. Þetta eru bara spurningar, já. Almennilegar. En við komumst í gegnum þetta. Herru, mér langar líka aðeins að vita, hvað ertu búin að vera að bralla bara síðan við tókum upp fyrstu sérina? Þú veist, ég veit að ég hitti það alveg á hverjum degi, en svona, þú veist, að því við erum alltaf að reyna að ferðast og fara í ferðir og svona. Þannig að mér langar svolítið að heyra, hvað ertu búin að vera að gera? Hvað er ég búin að vera að gera? Ertu búin að fara í ykkur ferð? Já, ég gerði það. Frá því að síðast sumar, 2005, ég fór
núna páskana á þessu ári til Filippseyja og Singapúr. Já. Fór ég eitthvað annað, ég fór til Köpen. Já. Þannig að nóg byrjaði eitthvað, ég fór til Portugal líka í mars. Já. En svona, þú veist, þessi ferðalag sem við erum svona að reyna, hvað maður að segja, stefna á. Já, þá ég var í Filippseyjum í fyrsta sinn. Núna bara, já, páskana, sjúklega skemmtilegt. Vá. Mjög áhugavert. Ég var í svona, ég var í Filippseyjum í 19 daga og svo Singapúr í eitthvað 3-4. Já. Þú veist, bara svona heimleiðinni. Og hérna, svo skemmtilegt líka, ég, eins og þú, reyna að fara í svona ferð, þú veist, einu svona ári, maður með smá frí, eitthvað að reyna að tróða inn ykkur svona æventýri og ég fer alltaf ein, skilur, ég fer alltaf ein í eitthvað hópaferð og þú ert solo. Já, þú veist, mér finnst það ótrúlega næs að vera bara að þurfa að pæla í sjálfur mér og ekki hvað aðri vilja gera, hvernig öðrum líður eða hvort að aðri séu svangir eða þreyttir eða eitthvað. Svo ég hjá vinkonum minni seinst sumar og segi eitthvað við svona, ég er að pæla í annarkort næstu páska var til hérna Filippseyja eða Uganda. Já, einmitt. Getur náttúrulega ímyndaði svipuna henni, hún var bara, Guð hjálpi mér, hvað er að þér? Og ég bara, já, mér langar ógeðslega mikið að sjá annarkort górulegur Uganda eða fara til Filippseyja í svona smá slökun. Og hún bara, getur þú please valið Filippseyjar og má ég please koma með þér? Já, ok. Ég bara, já. Nice. Það er alltaf velkomið. Þannig að við vorum bara eitthvað, ok, let's go. Og svo hittum við þriði vinkonu okkar degi seinna og við vorum bara, við ætlum að fara til Filippseyja, eða sko ég segi fyrst við hana, ég ætla til Filippseyja næstu páska. Hún eitthvað, þetta er náttúrulega aldrei nýtt. Og hún eitthvað, og hvort viltu að ég aðstoði með Airbnb-ið þitt á meðan eða ertu að bjóða mig með? Já. Og ég bara, ég ætla hana bara að bjóða með, við erum nú að fara 2 og getur kannski farið 3. Þannig að hún var ekkert eðla peppuð og við fórum 3 og ég bara farið í svoleiðis ferðalag með eitthvað svona vinum. Já. Bara eitthvað allar 30 bara í eitthvað svona bakpoka. Mér finnst það geðveikt skemmtilegt. Já, þú mælir með. Ég mæli með nefnilega. Og ég hvarflaði aldrei að mér að vinir mínir sem eru svona vel fullorðnir eins og ég hefðu áhuga eins og svo bara var það geðveikt. Og við vorum hann í Filippseyjum saman, fórum í hópaferð og hérna fórum að kafa. Ein vinkonu mín tók köfunarréttindi út í Filippseyjum og önnur vinkonu mín eins og ég með köfunarréttindi síðan í heimsessu og það var svo næs. Filippseyjar er svo næs. Bara strendurnar, sjórinn, bara svona það er allt geðveikt bara næs. Ég veit ekki, maturinn er góður, það er sjúklega ódýrt, það er bara fólkið, það er vingjarlegasta fólk sem ég hitt á ævi minni og bara sólsiturinn og ég veit það ekki, ég var bara já takk, hingað er ég komin bara ég hef getið verið þarna endalaust og svo ódýrt líka. Wow, it's very nice. Hefur þú farið til Filippseyja? Nei, ég hef ekki farið sko, en þetta hljómar eins og draumur. Ég hef heyrt bara rosa góða hluti og að þetta séu bara líka einhverja fallegustu strendur sem eru til í heiminum sko. Já. En hvernig var að kafa þarna? Var það ekki líka draumur? Það var sjúklega flott að kafa. Já. Við vorum ég sko mæti í köfunarkampið eða svona bara með hór upp í heila og náttúrulega þeir sem kafa vita að það er ekki gott að vera að kafa í þrýstingnum í sjónum þegar þú getur ekki, þú veist svona íkvæðisa eirun út á þrýstingnum og ef þú ert með hór bara út allt í hausnum og stíplu já, ég var bara alveg stíplu þannig að við gátum ekki kafa eins mikið og ég hef viljað en köfunin var sjúklega flott og við sáum skjaldböku og hann var svo sætur ég fekk mér tattoo af honum oh my god hann er þetta höndir vel gert takk, hann heitir Lalli þetta heitir hann það nei, ég elska skjaldbökur og að sjá þær í sjónum eitthvað hann var svona á botninu svona gras á botninum í sjónum og hann er þarna eitthvað að borða gras og er með fisk, svona sogfisk fastan á bakinu sínu og hann var bara eitthvað svo krútlegur og alltaf með hausinu fara inn út eitthvað svona og tyggja, skjaldbökur er eitthvað skrítinn eða svona öðruvísi dýr, eða ég er mjög gaman að það er samt bara svo friðsælar og svona eins og það er sé bara eitthvað svo happy já, hann var ekkert eðlilega kjút ég var bara en þú ert með hann á hendinni núna þannig að það er bara flott nei og svo var bara sjúklega mikið af flottum fiskum og við fórum á svona svæði þar sem var svona man-made coral reef út af því bara kóralrifin eru að deyja náttúrulega rosalega víða og það eru mjög skemmtileg verkefni bara eins og til dæmis þar sem ég var í Dúmageti og hann að dáin svæðið að þar eru svona kóralrif
sem búið að planta og áætlað, eða svona ætlað að kórallinn skilur vaxi á þessu, þetta er svona grindur og eitthvað svona, þú veist, án þess að þetta sé að menga, eða skilur, ég vissi ekki við hverju ég átt að búast, en svo er þetta sjúklega flott og fullt af kórall búin að vaxa á þessu og fullt af fiskum inni, bara öllum stöðum og gerðum og bara eitthvað neonbláir og fjólubláir og þú veist, sko, ef ykkur þarf núvitundræfingu, farið að kafa. Ég var bara eitthvað á hvolfi að horfa á fisk, svo bara sé ég út undan mér að dæfmasturinn sem er að sjá köfununa er bara við erum að halda áfram ungfrú, ég bara maður á svona bara gleyma sér, það er svolítið aðeins að vera fylgjast með súrefninu og það er svona buddy system og maður er svona, þú ert að kafa sko. Ég er bara eitthvað á hvolfi horfi upp og bara eitthvað hverfur sko. Ég er enda líka alltaf svona þegar ég er að kafa, þú veist, ég er alltaf að skilja buddy minn eftir og fara, það er ræðilegt sko. Þetta er svo erfitt. Ég veit ekki, þetta er bara ég gleymi alltaf hvað mér finnst næs að kafa svo þegar ég fer að kafa, þetta er svona bras maður að fara í gallan og með kútin og eitthvað og svo fólk sem er ekki með köfunarréttindi að læra að kafa eins og vinkonum mín sem var hérna í sundlauginni og meðan við lágum á bakkanum og ég með hórið mitt skilur hún var ekkert eitthvað þetta var ekkert eitthvað uppáhald hennar eitthvað að fara í sundlaugina og synda 14 ferðir og eitthvað skilur en það var sjúklega flott að kafa þarna á þessu svæði og líka bara mörg svæði í Filippseyjum sem við fórum í með hópnum þetta er náttúrulega fullt af eyjum en það er ekkert mál að fljúga á milli það kostar ekki neitt að fljúga á milli við fórum bara 20 mínútna flug, 40 mínútna flug við fórum alveg á nokkur svæði og í hópaferðinni sem við fórum á svona í vestur Filippseyjum á Palawan-eyjunni þar fórum við með hóp skilur mjög skemmtilegt að fara í svona hóp þú veist, við höfum alveg rætt það áður en þar voru 2 aðrir Íslendingar með okkur það var sjúklega skemmtilegt algjörum meistarar, við vorum alveg bara við söknum þeirra en í þeirri ferð þá var sem sagt innifalið við vorum að fara á engaströnd á svona bara enga eyju að gista í tjöldum og það er bara, þú veist þetta og við fórum í einhverja eyja ferð líka strendur og eyjur í kring og eitthvað svona, þetta er bara í alvörinni mýksti sandur sem ég hef bara snert, hann er bara skjannhvítur og bara svona það er eins og þú sért ekki að snerta neitt oh my god og ég bara, þú veist, að rótast þannig þetta er svo surreal sem svæðin hann bara eins og þú horfir á í bíómyndum bara eins og þetta sé eitthvað green screen í alvöru við vorum stundu bara sátum á okkur strönd og vorum að horfa út á sjóin sem var bara alveg tær og eitthvað og ég var bara ég ætla aldrei að gleyma þessu moment og við vorum bara þetta er bara ég er bara Filippseyjar var á bucketlistanum mínum af svo mörgum ástæðum, ég er svo ánægð að hafa farið og gert það bara svona, gefið mér smá tíma ég var alveg tæpar 3 vikur það er alveg vel gert og það er alveg vel hægt og ég hef alveg verið til ég að vera 3 mánuði bara í Filippseyjum sko. Vá, þú ert búin að selja mér þetta núna sko. Ég verður að fara ég ætla að fara og kafa og it's amazing Singapore líka mjög skemmtilegt skemmtileg borg hún er dýr Singapore er dýr en maður stoppar líka bara stutt þetta er bara borgarstopp og bara minnst áhugaverð sagan hjá Singapore svona hvar það er staðsett og þú veist tungumáli í Singapore er enska en síðan læra allir þú veist annarkvort kínversku eða eitthvað annað og þetta er eiginlega Singapore er bara innflytjendur frá Malasíu og Kína og til þess að allt er svona jafnt þá ákveða þeir að tungumáli er enska en ekki þú veist kínverska eða malasíenska þetta er áhugavert land að heimsækja sko. Þetta er líka bara borg sem er land sem er alltaf svona skrítið spennandi mjög skemmtilegt stopp og ferðalagið svona flugunum okkur var náttúrulega cancelað og við erum að fá ný það er bara stemming það var stemming en það rettaðist 100% það er gott það er alltaf, við getum kannski tekið það ef við tökum pínu disaster fyrir núna aðeins aftur eitthvað í þessari serju en þá þú veist, flugunum var cancelað og við þurftum að fá ný og ég flög í gegnum Guangzhou í Kína þetta er alltaf svo gefandi, þessi flug en þá er sniðið að taka svona stopp eins og Singapore þú veist, aðeins til að splitta ferðaleginu, þetta er svolítið langt þetta er langt ferðalag við vorum búin að vera bara eitthvað í 30 tíma eða eitthvað að ferðast þegar við lendum fyrst í Filippseyjum og hittum hópinn og farastjórinn kom og tók á mót okkur og var bara svona lítill, gay, filippískur maður og bara velkomnar, bara geðveikt peppaður og ég var bara
ég var svo sveitt og þreytt og ljót og bara mér langaði ekkert meira en í sturtu skilur og hann bara, vilja koma upp bara út að beina og hitta hópin og fá okkur drikk og við vorum bara, nei Nei, takk fyrir. samt bara Einmitt. en já, þetta var geðvægt æfintri Já, og ég mæli heilhugar, hvernig segir maður? Já, heilsugar með, já, ég skelli mér, klálega. Og þú ert búin að fara hvert? Já, herðu, ég er líka búin að skella mér í smáferð síðast. Ég fór til Jórdaníu í haust, sem sagt í september 2025. Það var ekki alveg svona löngferð, þetta var alveg svona, hún var svona í styttra lagi, sko. En Jórdaníu er æðislegt land. Ég bara mæli líka með að kíkja á það. Það er bara lítið, þannig að það er mjög þægilegt að svona komast á milli. Þú veist, það er einhvern veginn aldrei langt á milli staðar. Er Jórdaníu lítið land? Já, þetta er ekkert eitthvað, já, þú veist, þetta er alveg svona frekar þægilegar vegalengdir, þú veist, eins og ef við erum að miða við, þú veist, lönd í Asíu, skilur, sem eru bara næturúta bara á milli allra staða, þú veist, þetta var ekki þannig, þetta var alveg svona frekar, já, svona frekar þægilegt að keyra á milli og svona í rútum. Ég veit alveg að margir er að leigja bíl og taka eitthvað svona hring, en þú veist, ég var í svona hópaferð, sko, þannig að ég var bara, ég var bara að njóta í botn, sko, ég var bara, já, vissi aldrei hvar ég var, sko, ég var bara í rútunni, en það var æði, og líka ótrúlega fjölbreytt, af því að maður fær einhvern veginn eyðimörkina þarna, sem er mjög skemmtileg og alveg mjög flott, og ég er nú alveg búin að sjá nokkrar eyðimörkur, en þessi var alveg mjög svona picturesque, þú veist, það er ógeðslega svona gaman að taka myndir, ótrúlega mikið af flottum fjöllum, gistum í svona desert camp eða þannig, þar sem maður gistum í svona litlum tjöldum út í eyðimörkinni sem var mjög gaman að prófa, en svo er einhvern veginn, ertu með það, en svo ertu á sama tíma með, þú veist, bara borgina, þú veist, sem er höfuðborgin, en svo líka ertu einhvern veginn með Dauðahafið, eða þú veist, sem að þú veist, allt annað, auðvitað líka alveg mjög þurrt og svona sandur og svona, en það var líka ótrúlega spes að fara í Dauðahafið. Það er sem sagt þannig salti sjórin, sem er samt svolítið skrítinn sjór, þetta er eiginlega bara eins og stórt vatn, en þetta er sjór, og það er svo mikið salt að maður bara flýtur, og þetta var ekkit eðlilega skrítin upplifun, og þetta var bara svona sem kom mér mest á óvart, bara því ég vissi alveg að maður væri að fljóta í þessu, þú veist, og að maður sé alltaf myndir af fólki sem er bara liggjandi á bakinu, bara eitthvað ógeðslega svona cozy, en þetta var eiginlega ekkert cozy, af því maður gat einhvern veginn ekki, þú veist, haldi sér á einni hlið, þú veist, maður hafði bara enga stjórn á sjálfu sér, af því að sjórinn var alltaf svona eins og væri að ýta manni, þú veist, upp einhvern veginn, eins og vatnið væri svona að lyfta manni alltaf, þannig að maður var alveg svona geða svona óstöður, og þú veist, ef maður lá á bakinu og alltaf þessu að reyna að, þú veist, snúa sér yfir á magan eitthvað, og þú veist, þetta var bara alltaf rosalega brausalegt, og svo vill maður alltaf alls ekki fá þetta í augun eða í munnin, af því að þetta er svo ógeðslega salt, að þetta var bara, það var einn annan sem fekk í augun eitthvað smá, og bara, hann var bara að gráta restan deginum, þannig að þetta var ógeðslega skrítið. Og svo náttúrulega var maður í svona hópaferð og alltaf, þú veist, ég var eitthvað svona búin að raka með lappirnar, alltaf að vera eitthvað svona smá gæla, skilur, maður var að fara í sund, sko. Herðu, djöfull sveiðað mikið. Ógeðslega vont. Já, ég bara mæla með að vera eins loðin og þið getið þegar þið farið í Dauðahafið. Já, af því að þetta var ekkert eðlilega vont. Bara allavega bara gera það nokkrum dögum fyrir, sko. En ég lærði því. Vera loðin í Dauðahafinu. Já, það er bara númer 1, 2 og 3. En svo var náttúrulega Petra líka, sem er svona kannski Jórdaníu svona þekktust fyrir, skilur, það er 1 af 700 veraldar. Það kom líka alveg mjög skemmtilega á óvart. Það var miklu stærra heldur en ég hélt, að því maður sér einhvern veginn alltaf bara þessa einu mynd, þú veist, af þetta er svona skorið inn í stein, svona hálfgerður svona frontur af byggingu eða þannig. Já. Og ótrúlega flott, sko, en þú veist, maður sér alltaf bara þessa einu mynd, en svo kom ég og þetta er bara risastórt svæði, og það er bara ótrúlega mikið af flottum svona þröngum, svona hella göngustígum einhvern veginn, það sem maður bara með, þú veist, því líka svona sandhella sikkur megin við sig, ótrúlega gaman að taka myndir og svona, þú veist, það var eiginlega ekki hægt að taka ljóta mynd, af því það var einhvern veginn bara allt ótrúlega flottan í kring og svona fullt af svona litlum svona hellahúsum eða þannig líka út allt hann í kring, þannig að þetta var ógeðslega stórt svæði og það var náttúrulega rosalega heitt. Spurning. Já.
að ég veit alveg sem ég hvað Petra skilur, þetta 700 veraldar en kannski er eitthvað veltaði fyrir þessu, ég er allavega veltaði þessu fyrir mér. Þetta, ferðu inn í þau? Eða bara búið að skera út hús sem listaverk og þú ert ekkert inn í fjallinu og skilur? Sko, það er inn í fjallinu, en þú veist, það má ekki held ég fara þangað, þú veist. Var fólk sem bjóðar? Já, þetta var eitthvað svona, þetta sem er frægast þarna, sem að sér alltaf myndina, það heitir eitthvað svona treasury eða eitthvað. Það var eitthvað svona, gegndi eitthvað ákveðin hlutverki og það er hægt að fara inn, held ég, eitthvað ákveðið langt, en það er ekki opið, þú veist, inn í það þegar maður er þarna. Þannig að það er hægt að fara svona, ef maður borgar eitthvað svona smá, getur maður farið eitthvað svona gett shady hurð upp eitthvað stiga og þá getur þú farið á svona litla klettasillu þar sem þú getur tekið svona mynd, þú veist, yfir Petru, eða þú veist, yfir hérna húsafrontin. Sumir gerðu það, en ég var bara eins og eitthvað hauslis hæna þarna því að þetta var svo stórt og ég var bara eitthvað labbandi þarna bara eitthvað. Já, ég veist ekki, þetta var svona... Nei, þetta var alveg... Stæmi. Já, við bara tókum bara svona semi-fjallgöngu þarna, sko. Uppáhaldið þitt? Já, það var mjög gaman, sko, svolítið heitt, en þetta var samt mjög skemmtilegt. Þannig að ég get alveg mælt með Jórdaníu, sko. Já, maturinn var líka æði. Já, af því að það var ekki, mér finnst ekki margfarin áfangastæður eða svona vinsæll áfangastæður í mörgum eitthvað. Ég ætla til Jórdaníu í sumar, skilur. Nei. Er það ekki oft? Nei, ég get alveg hugsað mér að fara aftur, sko, og taka eitthvað svona... Vera lengur. Já. Svolítið öðruvísi ferð heldur en það sem ég fór í. Það sem ég var bara á ströndum með, skilur, pálmatrén og í bát og þú veist í eyðimörkinni. Já, mjög ólíkt. Ströndin sem ég fór á var bara í Dauðahafinu sem var bara eins og eitthvað pollur. Ég er búin að sjá fyrir mér allan tímann að útskýra þig í þessu Dauðahafi. Getur ekki ímyndaðir þegar fólk er að fara upp á svona uppblásna dínu sem er í sundlaugum og það er að koma sér fyrir. Þetta er nákvæmlega þannig. Ég sé þig fyrir mér þannig bara svona eins og eitthvað kút. Já, og maður bara eitthvað svona wow og maður hefur bara enga... Það var eitthvað fyrir því að halda þér á floti. Nei, ekki neitt. Maður gat alveg bara svona verið gett chillaður. Ef maður var bara á bakinu þá var maður bara í góðum málum. En leiði maður ætlaði eitthvað svona að fara að færa sig eða þú veist, setjast upp eða reyna að standa eða eitthvað, það var bara ekki hægt af því að það var alltaf svona eins og að vera að lyfta manni bara upp. Og svo var náttúrulega drulla þarna líka, það var svona leir sem maður átti að maka á sig, svona pínu eins og í Bláa lóninu. Þú veist, nema þetta er bara svona svört drulla. Þannig að það er sko ridiculous myndir sem við tókum þarna. Það sem við erum bara búin að ata okkur út í drullu og erum öll bara ekki happy. En það var mjög næs fyrir húðina. Það var alveg, maður var alveg mjúkur, já. Maður var alveg mjúkur? Já. Sveið svolítið þarna að fara út í sjó? Já, það sveið mjög mikið. Okay. En eftir það var þetta alveg bara gaman. Þetta er mjög áhugaverð upplifun. Já, ég var alveg mjög til í að fara. Já. Mér langar náttúrulega mjög mikið að sjá Petru. Já. Það er eitt af þessum undrum veraldar sem ég hef ekki séð. Og mér finnst mjög áhugavert einmitt. Jórdaní er bara svo eitthvað ekki mikið talað áfangastæður. Nei. Þannig að þetta er eins og þegar þú fórst til Úsbekistan daginn. Já, hann árið. Já, hann árið. Þá man ég að við vorum alltaf bara auðvitað. Já. Það er einmitt gaman að segja frá því að næsta ferð hjá mér er einmitt til Georgíu. Ég er að fara til Georgíu í sumar. Ég kann alveg voðalega vel við mig þarna á þessu svæði þarna í Mið-Asíu. Mér finnst það æðislegt svæði. Já. Þannig að ég er ótrúlega spennt að fara til Georgíu. Ég ætla bara að fara í fjallgöngu og ég ætla bara að fara í einhvern kofa og gisti í einhverjum kofa og það er vist voðalega mikið svona vínframleiðsla þarna og þau eru með rosalega mjög ódýrt þarna. Þannig að það er hægt að fá mjög ódýrt vín bara á krana. Þannig að ég ætla að vera bara undir krananum bara að fá með vín. Þannig að það er alla ferðina, það er sumarfríið mitt núna í sumar sko. Þannig að ég get ekki beðið. Ætlar að færa ykkur að fara með þér, ætlar bara eina að fara að hella í því í Georgíu? Já, ætlar maður að taka ekki mannin með, þú veist. Maðurinn? Já, maður verður að gera það, skilur. Eitthvað hann er heppinn. Já, hann fylgir. Er hann eins fylgir fyrst að fara til Georgíu? Já, veistu ekki hvað ég er góð í að selja? Þú veist, hann keypti þetta bara leið, sko. Þannig, en þetta er búið að vera á bucketlistanum hjá mér í smá, þannig ég er alveg spennt að sjá. Er þú með eitthvað planað? Eitthvað svona núna framundan? Á næstunni? Já, svona, þú veist. Það var sem ég að koma frá Filippseyjum. Já, rétt. Ég er að pæla í að fara til Skotlands eða eitthvað svona smá í sumar, bara eitthvað svona stutt. Já, eitthvað svona skreppa. Já, ég var eitthvað að skoða, þú veist aldrei fara til
Skotlands, ég hef aldrei farið til Póllands, ég hef aldrei farið til eins og Budapest í Ungurlandi. Ég var að pæla að hoppa eitthvað bara svona stutt í Evrópu, en svo stóra planið páskarnir á næsta ári. Þá ég nú ég eins og þú, og rosalega góðan sannfæringamátt. Já. Þegar kemur að fólkinu kringum mig og ég búin að sannfæra fjölskyldunum mína að fara að besta leiðin til að verja fríinu eitthvað saman næstu páskasi í Karabíska hafinu. Og við erum eiginlega, sko, ekki búið bóka neitt, ég held ég ætlum að flytja til Kanada, stoppa aðeins í Kanada og fara svo niður og annarkvort vera í Dóminíska lýðveldinu eða Jamaica. Draumur. Það ekki bara, það að taka fóreldræðina og alla bara til Jamaica. Jamaica alveg, já, og ég bara, þau eru svo mikið í golfinu og það hægt að golfa ef mamma bara. Já, það að múta þeim með því. En mér langar, það fínt að prófa, ég skal alveg spila með eitthvað golf, en ég vil fá að Jamaica, menningin í Jamaica, ég eðlilega til ég að sjá það. Já, það verður áhugavert. Og svona eitthvað fyrir alla og eitthvað, ég mjög spennt. Wow. Ég læti vita að ég búin að bóka þetta og hvernig þetta lítur út. Já, þetta bara hljómar svo geggjuð fjölskylduferð. Karabíska klikkar ekki, sko. Nei, þegar fólk segir karabíska, þá svo margir sem taka svona skemmtiferðskip. Já. Svona, ég nú búin að vera út um allt karabíska hafið. Og ég svona... Stopp í hálfan dag. Já. Einmitt. Þannig að við ætlum að gera þetta ég ætla að gera þetta aðeins öðruvísi og almennilega og þeim gjör svo vel ætla að koma. Þau eru í golfi á meðan. Já, það bara flott. Maður þarf líka bara stundum að vera með málamiðlanir. Málamiðlanir? Já. Svo flott. Það allavega, nú erum við búin að fara yfir aðeins hvað við erum búin að gera síðan síðast og hvað þetta er alltaf sama dæmi. Já, það er alltaf eitthvað spennandi. En ég bara ótrúlega spennt fyrir þessari komandi seríu. Við erum náttúrulega bara rétt að fara af stað og við erum eftir að fara yfir alveg fullt af heimsálfum, löndum, svæðum, taka fleiri 700 veraldar sem við höfum komið til. Þannig að það er bara, það er ótrúlega margt spennandi framöndan og svo ekki síðan og nefnt bara alla gestina sem ætla að koma og segja okkur frá því sem þau hafa verið að brasa líka. Já, mér er svo gaman að fá gestina út af því að það er, það er ekki við erum búin að gera þetta svo lengi og við erum alltaf að fara í eitthvað svona ferðir og eitthvað svona og svo gaman að fá aðra inn sem eru kannski með, aðra pælingar eða aðra upplifanir eða skoðanir og eitthvað svona hlutunum, þannig að mjög spennandi og sumir búin að ferðast meira en við og aðra minna eða hvernig sem það er þannig að, og það er mjög erfitt að alltaf taka fyrir heimsálfurnar í heiminum eða skilur við erum alveg bara stiklað rosa stórt. Já. Þetta er svona smá bara svona highlights á hverjum stað og hvernig, hvernig á maður að byrja að plana ferð á þessa staði, hvað er svona, hvað er vinsalast og hvað er í boði bara. Þetta er smá yfirferð það. Þannig ég held að það geti verið virkilega skemmtilegt. Ég vona bara að það gagnist líka einhverjum sem eru að pæla og spekulera, sko. Alveg pottið. Við Sóla erum nefnilega uppfullar af fróðleik. Já, ef ekki þá bara blöður við eitthvað finnum við eitthvað að segja eitthvað er það ekki, erum við þá ekki allavega búin að fara yfir svona seríuna aðeins og við tökum þetta bara feginu móti spurningum ef að einhver eru með óskir umræðefni eða vilja koma einhver á framfæri þættinum hefur borist bréf og allt það, skilur við, það er alltaf gaman, að fá bréf. Þættinum hefur borist bréf? Já, þannig að við bara hvetjum ykkur indreið til þess að fylgja okkur á Spotify, við erum á Apple Podcast, öllum þessum helstu veitum, TikTok, Instagram, hvað meira viljið þið, skilur við, þetta er bara, við erum með þetta allt. En það er ótrúlega, það er svo gaman að fá input að einhverju tagi bara frá hlustundum. Já, það væri ótrúlega skemmtilegt. Algjörlega. Já. Og við verðum bara með ykkur áfram í sumar. Já, þetta verður eitthvað. Það verður eitthvað. Mjög spennandi. Og ég hugsa bara að við séum ready í að kveðja að þessu sinni og ég er mjög spennt fyrir næsta þetta líka. Já, það verður mjög gaman. Já, þannig ekki vera langt, minna followa og við sjáumst næsta föss.